Já, þá höldum við áfram. Það er komið að 6. liða dagskrá, það er fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar viðauki og til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það er vonað kerfið skuli hrynja þegar við erum að lesa hérna 3 viðauka einum bæjarstjórnarfundi en við höfum nú samþykkt þetta hér. En hér er lagður fram viðauki nr. 8 fyrir fjárhagsárið 2020 sem lagði það fram í bæjarráði 28. maí síðastliðinn. Hér erum að ræða viðauka vegna launahækkana en samtals eru launahækkanir þarna sem við erum að samþykkja upp á 898 milljónir rúmar en launapottur í áætlun var til að mæta þessum kjarasamningum upp á 780 milljónir. Þannig að aukin framlög aðalsjóðs, eða þetta er í rauninni má segja útgjaldaaukning samstæðuna vegna viðaukans eru 118,1 milljón. Svona aðeins til þess að líka setja þetta í samhengi að aukin útgjöld aðalsjóðs til B-hluta eru 239 milljónir og þar hefur rétt rúmar 200 milljónir sem er vegna launahækkana öldrunarheimilina. Eins og menn vita þá er í umræðinni að við skilum rekstur öldrunarheimilina og þetta er svona viðbóta kostnaður sem að leggst á skattgreiðendur hér á Akureyri nema eitthvað annað komið til af hálfu stjórnvalda. En eins og áður segi þá er útgjaldaaukning samstæðuna upp á 180 milljónir rúmar og er mætt með lækkun á handbæru fé og er lagt hér fram til samþykktar. Takk. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu, orðið er laust. Sem enginn hefur kvatt sér hljóðs, það gungur til atkvæðagreiðslu þeir sem geta samþykkt staðfest ákvörðun bæjarráðs, gefið merki. 11, takk fyrir það.